Alþýðusamband Íslands, sem stærsta fjöldahreyfing launafólks á landinu, fagnar á þessu ári 100 ára afmæli. Sambandið var formlega stofnað 12. mars 1916. 2/3 hlutar launamanna í skipulögðum samtökum á Íslandi eru í ASÍ. Þessara tímamóta verður fagnað með ýmsum hætti. Meðal annars verða tónleikar í menningarhúsinu Hofi á Akureyri á sjálfan afmælisdaginn 12. mars. En söngur ríkur þáttur í starfsemi verkalýðshreyfingarinnar. Þetta eru mikil tímamót í sögu verkalýðshreyfingarinnar, 100 ára afmæli ASÍ og við ætlum að minnast þessara baráttu sem hefur staðið í, stóðu alla 20. öldina, því að verkalýðsbarátta byrjaði þetta áður en Alþýðusambandið var stofnað, meðal annars hér á Eyjafjarðarsvæðinu. Ég held að fyrsta verkakvennafélagi sem var stofnað á landinu hafi verið stofnað einmitt á Akureyri 1909. Þannig að baráttan hefur staðið í rúm 100 ár en sem sé, við ætlum að minnast þessara baráttu og allra sigranna með veglegum hætti á afmælisdaginn sjálfan, 12. mars næstkomandi og við ætlum að gera það með söng og hljóðfæraslætti því að söngurinn hefur verið hluti af þessari hreyfingu í allan þennan tíma. Þið ætlið meðal annars að efna til tónleika á Akureyri og fyrir austan og víðar land væntanlega. Já, það er nú alltaf hægt að halda upp á afmæli ASÍ á þess að fara víðar en bara á Reykjavíkursvæðinu eða bara hér á Eyjafjarðarsvæðinu því að verkalýðshreyfingin teygir sig út allt land og ekki síður á Ísafirði eða fyrir austan eins og á Neskaupstað og svo og í Reykjavík. Þannig við verðum með tónleika í Hörpu, veglega dagskrá í Hörpu og Edinborgarhúsinu á Ísafirði, í Hofi og líka í Egilsbúð í Neskaupstað og það er kannski viðeigandi að vera í Neskaupstað á því leyti, það er svona litla Moskva og það er náttúrulega samofin sagan, þar voru alveg svo hér að það er svona atvinnurekendur og verkalýðsforkólfar slógust á öllum þessum stöðum, þannig að það er svona viðeigandi að vera á þessum stöðum frekar en kannski einhverjum öðrum. En saga ASÍ og svo tónlist, baráttu og söngur og svo framvis, þetta er allt saman samofið. Það er alveg og í rauninni teygir sig víðar en á Íslandi. Hér á Íslandi hefur þetta verið séð það bara í nútímanum þannig séð, við fyrir svona 30-40 ára aftur að það við svona sem vorum kannski krakkar þá, munum vel eftir, þá var svona Hálft í Koru og Bergþór Árna og Bubbi Mortens og fyrir við enn lengra aftur og þá þessi söngfélög sem voru að syngja og lúðrasveitir og annað sem tengdust. Ég meina lúðrasveit verkalýðsins er alveg samofin og þaðan músíkin kemur bara út úr, þetta var eiginlega svona deild í verkalýðshreyfingunni og svo förum við til Bandaríkjanna og hlustum á baráttusöngva Upton Sinclair og förum síðan yfir í Bob Dylan eða Seeger eða hvað viljum segja þannig að þetta er mjög viðeigandi og það hefur alltaf verið á hverjum tíma að svona tónlistin hún höfðar inn í baráttuna, hún er svona hreyfiafl. Þegar þeir fóru svona að undirbúa afmælisárið, var þá strax upp á borðinu að tónlist hún yrði að vera ansi veigamikill þáttur? Já, það má eiginlega segja það Við vildum líka tala inn í hjörtu fólksins sem að kannski unga fólksins sem að er ekki alveg að kveikja á baráttunni af því að þeir sem eru ungir í dag, þeim finnst öll þessi réttindi sem að við höfum áunnið okkur á vinnumarkaði og í leiðinni við höfum skyldur leið og við eigum öll þessi réttindi. Þetta unga fólk heldur jafnvel að þetta við dottið af himnum ofan en maður verður að gera sig grein fyrir því að það við þurft að berjast fyrir hverjum einasta sigri og eitt fyrsta baráttumál verkalýðshreyfingarinnar var að fá greitt í peningum en ekki vöruskiptum eins og tíðkaðist hér í upphafi 20. aldar. Annað stórt mál sem að verkalýðshreyfingin barðist fyrir var það að takmarka vinnutímann með vökulónum sem tókst 1921. Fram að því þá var hægt að láta fólk nánast vinna endalaust og sérstaklega sjómenn, það eru til margar sögur af því að þeir voru í aðgerð borð í bátunum og þeir duttu niður kannski með hnífinn í hendinni, bara sofandi eftir margra sólarhinga aðgerð og
Svo þetta koma húsnæðismálin þarna inn og 1942 er allt í einu skortur á vinnuafli með hernáminu og þá fær verkalýðshreyfingin stöðu til þess að vinna ýmsa stóra sigra eins og það til dæmis að ná vinnutímanum niður í 8 daga, reyndar 6 daga vikunar eins og tíðkaðist þá og líka þá vannst sigur í því að menn fengu loksins sumafrí á launum, sem sé 12 daga, 2 vikur af því að þá var vinnudagurinn minnst eins og ég segi 6 dagar. Þannig að við erum svolítið að reyna að kveikja á þessari peru hjá ekki bara ungu fólki, heldur fólki á öllum aldri í dag að þetta er barátta sem að feður okkar og mæður og afar og ömmur háðu hér á árum áður og ber að þakka fyrir. Frítt verður inn á afmælistónleikana. Eins og ég sagði áðan, við erum að tala inn svolítið í hjörtu ungs fólks og dagskráin ber þess vott að því að við ætlum að vera með hérna á Akureyri til dæmis eins og Ylju og Agent Fresco og MC Gauta og svo það Kvandalsbræður sem eru heimamenn hér og fyrir austan erum við með hérna Úlfur og hérna Bjartmar Guðlósson og Leiló. Þannig að þú heyrir það er ferskleiki þarna og við viljum bara búa til jákvæða og góða upplifun undir gunnfána Alþýðusambandsins í þessu tilviki. Og það bara að mæta á staðinn eða þarf að ná í miða? Það verður þannig að svona í kringum núna eftir nokkra daga, svona í kringum 3. mars, við látum kynnu það betur að þá getur fólk farið á, við ætlum að dreifa miðum gegnum tix.is sem er tengdur til dæmis hérna á Akureyri Hofi og tengdur víða þannig að það er auðvelt og þá nærðu bara í þinn miða. Þá vitum við hvenær uppsett í staðis að við séum að senda fólk út í óvissuna, út í rokið og hríðina eða sólina eins og alltaf hér að þá nær fólk sér í miða og er þá komið með sæti.